Hér erum við með efnaferli upp á töflu, glúkósi plus súrefni, verður að, örin þýðir alltaf verður að, koltvíoxíð og vatn. Þetta ferli kallast bruni eða frumuöndun. Gerist í frumum allra lífvera. Þetta leiðin sem lífverur hafa til þess að fá orku. Það eru til fleiri leiðir, sumar lífverur geta gert þetta án súrefnis í smá stund meðal annars við, en við fáum meiri hlutar af orkun okkar svona. Þetta stundum kallað súrefnisháð öndun af því að þetta þarf súrefni, en við erum að borða mat til þess að fá orku í gegnum þetta ferli hér, til þess að byggja upp líkamann og fá byggingarefni og svo efni sem við þurfum til þess að líkaminn virki. En þetta gerist í hvatberum, hver einustu frumu. Hvatberarnir eru muniði frumulíffæri sem við teiknuðum í bæði dýrafrumum og plöntufrumum og teiknuðum einhvern veginn svona. Vegna þess að þetta eru tvær himnur, innri himnan er öll í hlekkjum til þess að fá meira yfirborð á hana og það, ferlinn hérna á bakvið þegar þau eru komin í framhaldsskóla farið að læra sítrónusýruhring eða Krebsring og rafeindaflutningskeðju, það er að gerast í hvatberunum og í aðallega kringum þessa innri himnu. Þannig að þetta er leiðin til þess að fá orku úr matnum, það er að brenna því með súrefni. Svo þegar við lærum ljóstillífun, þá lærum við að það er þannig að það sé samaferli, nema öfugt. Þá þurfum við koltvíoxíð og vatn, það verður að, þá snýr örin í hináttina, glúkósa og súrefni. Í ljóstillífun þurfum við orku frá sólinni, en hér losnar orka á formi svo kallara ATP eininga sem eru svona orku einingar sem líkaminn getur notað.